Elisa Ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Sko, Já, ég gerði þetta ekki núna. vel gert. Ég gerði þetta ekki núna. Nei, Ha. það vel gert. Þú Þetta- ég sá samt að þú þurftir að halda aftur að Ég þér. þurfti að hemja mig við Já. að gera þetta ekki og já, ég veit ekki hvort að þetta sé góð hlutur, sko. Nei, en annars segi ég bara velkomin í innan 15. þátt okkar. Já, 15. þáttur. Það já, aldeilis og já, bara enn og aftur, takk fyrir hlýjar móttökur. Já, svo sannarlega. Mjög glöð með hlustendahópun okkar. Og Með lúðan okkar. með lúðan okkar og já, þetta er bara ógeðslega næs. Já. Okkur allan finnst þetta gaman. Já, mjög svo. Við ekki niður á, þetta var samt smá strempi í síðustu viku þegar við þurftum að Já. taka upp þrisvar. Við tókum upp þrisvar. Það var smá svona þá, já, Það var sem sagt tækninan stríð okkur. já eins og við sögum bara í síðast Já, þætti. En þetta bara, já, þetta getur gerst. já, það var eina skipt sem þetta var svona, já, við erum að fara að taka upp aftur, en annars það hefur okkur alltaf fundist þetta Já, gaman. þetta er alltaf gaman að taka upp nýjan þátt, sko. Og einmitt, og þó að þetta sé stundum mikil vinna, þá er þetta alltaf ógeðslega gaman Já, algjörlega, að gera þetta, sko. 100%. Annars værum við ekki að þessu. Nei, svo sannlega ekki. En, heyrðu, ég ætla að byrja á því að spyrja spurningu sem ég er nú þegar búin að spyrja þig, Nó, en það týndist, það týndist. Já. Það var í fyrstu Já. upptökunni sem týndist. hvarf. Bara hvarf út í kosmosin, einhvers staðar. En já, þar sem við erum miklir Parísar elskundur og Svo við sannarlega. dýrkum að vera þarna, að þá Þetta er bara heima, Þetta er bara heima, já, það er algjörlega. allan fyrir mig. Það fyrir mig líka. Hvað með góð. Byrjar á þessu aftur. En allana, Já. mér langar að spyrja þig, ef að einhverja hlustundum okkar er á leiðinni til Parísar, Já. hvaða 3 hluti myndirðu segja þeim að þau þurft að gera? Taka mig með, Já, væntanlega. já, en Ert þú að bjóðast til þess eða getur fólk leikt þig sem svona gæt, ekki á hinn háttinn? já, hljómaður úr sig. Já, þetta var hræðilegt. Ég allana. Sko, fyrsta versalir, það bara kemur ekki annað til greina. Nei, Það er stranglega bannað að sleppa versulum. Ég veit ansi miklum tíma þannig og ég fæ ekki leið að þessum stað. Nei, hvað, já, algjörlega. Hvað, fórst ekki, Ég fór svona vikulega. já, Að því að- fórst allavega minnstakosti 30 sinum. Já, alveg minnst að kosti, sko. Einmitt. Nei, þú veist, ég var eiginlega að fara vikulega. Og í 2 ár. Já, eða svona 1,5 allavega. Svo er ég að vinna svolítið mikið. Já. En já, fara til Versala og ég kann leið til þess að sleppa við röð og svona. Nei, þetta er Þannig að- rosalega gott hacks. Ég Já. skal alveg taka undir það. Þannig að heyri bara í mér ef okkur bara á sögukastinu Já. eitthvað ef þið viljið. Já, Ef þið þetta viljið tips Versali. er mjög langdreið. Þetta er löng útskýring. Já, þetta er löng útskýring og við ætlum En ekki að... svo worth it. Já, 100%. Þannig að endilega ef þið viljið fá trixið til þess að sleppa við stundum 2 klukkutíma langa röð. Jafnvel meira, sko. Já, bara meira, já, á svona yfir sumatíma sérstaklega. Já. Sko. En þá getið þið sleppt við röðina alveg ef að þið fylgið þessi trixi. Númer 2 væri að fara í Tuileries-garðinn að mótni til við sólarreifrás. Já. Af því að ég komst að þessi því ég þurfti að fara aðra leið í vinnuna. Þetta línan mín var lokuð í ykkur tíma en ég þurfti að fara aðeins lengri leið. Já, hún sem sagt var barþjónn á mjög vinsalum bar Já, sem var alveg lengi opinn og Já. þú, þannig að það var, ég var eiginlega bara að koma heim sem snemma fyrst ég náði sólarreifrásunni. já, algjörlega. En já, þá þurfti ég að taka lest og svo hefði ég getað labbað niðanjarðar en ég valdi það að labba uppi og þá fór ég í gegnum Tuileries-garðinn til þess að taka næstu lest og
já, það var bara enginn. Nei. Það var bara ég og einhverjir 2 garðyrkjumenn Mhm. að vinna. Bara ofbúslega stillt og sólin nýkomin upp og bara enginn á stað sem að eru vanalega smekkfullur af fólki. Sko á... Að þetta já, fyrir eitthvað sem veit ekki, þá er þetta garðurinn fyrir framann Louvre. Og já, ég myndi áætla að bara í garðinum séu svona 5.000 manns bara á hverju stundu. Já, hann er alveg fyrir eitthvað stór. Þetta er stógarður, sko. Og ég myndi bara settist við góðspurun eins og ég hef samt oft gert. Gekkja. Ég fór oft að lesa hana. En þannig bara satt ég og bara ein að geggja. Þannig ég mæli með að pröfa að fara svona aðmátum til. Á eitthvað stað eða eitthvað svo leis. Annarkvort eftir gott jam eða, Já, eða bara vakna ekstra snemma. Það er... Já. Þá, ef þið vakna ekstra snemma þá getið þið hitt á bakari þegar croissantinn eru nýbökuð, sko. Það er ekkert betra. Ef þú ferði og þau eru heit en þá. Það er asnalega Það er ekkert betra. Þetta er nóg til þess að gera mega A-mennesku, sko. Og ég er harðasta B-menneski, sko. Já. En númer 3, þú samtlega svo ofbúslega margt þetta að gera. Já, Við getum talað París í alla dag. Allan daginn. En númer 3, að ég líka að hugsa svona, kannski fólk er kannski að fara að gera þessa hluti, en ég er svona að reyna þá að bæta upplifurna. Ég skil. En, vonandi, en það er að tínast í Louvre. Já. Og á miðvikudögum og föstum, eða þriðjudögum og föstum, miðvikudögum og föstum. Minn er þessi þriðjudagur. Miðvikudögum, það er loka á þriðjudögum. Já. En já, á miðvikudögum og föstudögum, það er opið til 9. Og það er alls ekki margir sem að vita það. Nei. Þannig að það er oft mjög fáir. Og oft mjög stuttur rauðinn inn. Já, það er bara engin rauðinn. En þá mæli ég með að fara og bara tínast. Bara, og sérstaklega fara upp á þriðju hæðina. Það er gjörsamlega magnað. Já, hún er rosa flott. Hún er rosa flott, bara risa stór málverk og þú getur bara verið bara einn að skoða. Sem að þú færð ekki oft tækifæri til í Louvre. Nei, svo sannlega ekki. Já. En annars bara njóta í botna því París er best í heimi. Söknum rosa mikið. Já. En þú, ert þú með? Sko, mig langar að setja í rauninni 2 staði í númer 1. Já. Þetta eru veitingastæðir og uppáhalds okkar. Það er sem sagt Holy Belly. Brönnstaður. Þetta er geggjaður brönnstaður með sko asnalega gott kaffi. Það því að París getur bóðið mann upp á margt, en kaffi er ekkert endilega frábært allstaðar. Nei, bara eins og allstaðar. Ég skilur kaffi Já. ekki, já. Þannig að... En það er líka, sko það er alltaf röð. Já, það er alltaf röð þarna. En þessi staður er biðarinnar virði. Já, það er ekki hægt að panta borð. Nei. Þú bara mætir. Og stendur í röð. Og svo reglulega kemur ykkur út og spyr hvað eru mörg. Þess að geta ræðað á borð. Og já, þetta er bara, já, við förum eiginlega alltaf hana. Við förum alltaf. Já, hann er það góður. Já, ég kynnti þér fyrir honum. Já, ég vil ekki missa honum, sko, aldrei. En já, hinn staðurinn sem ég mæli með er Pizzeria Popolare. Já, það er bara eitthvað úr Big Mama Group. Já, Pizzeria Popolare er nýjasta staðurinn í París, minnum mig. Nei. Er það ekki nýjasta staðurinn? Það er ekki nýjasti. Ok, hver er nýjasti? Ég man ekki, ég var að fá póstum það. Já, það? Já. Ok. Hann er allavega einn af nýrri, myndi ekki. Hann er búin að vera alltaf lengst, sko. Það? Ok, það er ég alveg. Þú ert alveg út á tónu. Allavega, allt með Big Mama Group, þetta er sem sagt í rauninni keðja en ekki keðja. Já, þetta eru allt ítalski veitingastæðir, en það er hver og einn með sitt þema og hver og einn með sinn matseðil. Þótt að sé eitthvað sem við getum fengið, svo margarita pizza getum fengið á öllum og svona, en það er alltaf eitthvað. En já, þeir eru allir með sitt eigið svona signature. Og eiginlega allt bara ítalir sem er að vinna þarna. Og já, það er nota geðveik hráefni. Já. Og í rauninni eina sem svona tengir það alla saman er einmitt frábær ítalska matur og að þeir eru mjög svona cool staðir. Já. Þegar maður einhvern veginn finnur alltaf í rauninni sömu orkuna. Já, eins og Pink Mama, hann er svona Instagram Já, frægastur. mjög Instagram, Ístmama líka. Já.
Valentino meira svona, hvað maður segja, hann svona heimilislegri eldur en hinir en samt ógeðslega flottur. Já. Og Pizzeria Popolari mest svona New York. Já, svolítið svona rustic. Já. En þetta allt geggjaðist. Allt ógeðslega flott, sko. Þú veist, þeir eru svona smá í dýrari kantinum allavega fyrir París að búa. Já. Ætla ekkert fyrir okkur, þannig sem við verðum á Íslandi. Nei, alls ekki. En samt bara hverjar krónuverðir. Við reynum að fara allavega 2 svar. Já, algjörlega. Númer 2 einn garður sem ekkert allir vita af, en hann rosalega góður fyrir grammið, sko. Allt fyrir grammið, sko. Allt fyrir grammið. París bara já, true. En þetta garðurinn Buttes-Chaumont sem svona norðaustarlega í París. Hann mjög nálægt Père Lachaise. Já. Kirkjugarðinum. Père Lachaise í svona 10 mínútna labbi frá. Og það já. Og einmitt mjög frægur og flottur garður, sko. Kirkjugarður. En já, Buttes-Chaumont sem sagt ótrúlega flottur að því leyti að það svona tjörn í miðjun á honum og í miðjunni á tjörninni klettur. Já. Svona hár klettur og ofan á þessum klett þar svona pagoda eða svona paviljón. Gazebo. Já, gazebo, já. Og þetta er svo ógeðislega flott, sko. Þetta alveg hátt uppi nefnilega og þá færðu nefnilega ágætis útsýni yfir borgina, sko, ef við faraðan upp. Það einmitt hægt að fara hann alveg upp. Alveg upp, já. Mæli með. Já, hann mjög kjút. Númer 3 stengleima hvað ég var með númer 3 senast, sko. Já, en ég get að koma með eitt fyrir þig sem svona honorary. Já, endilega. Setjast við gosbrunn hjá FL. Já. Með kampavín og hindber og eitthvað. Og bara sitja og eiga sér bara pínu piknik að kvöldi til við FL og sjá hann glitra. Og helst koma seint. Já. Þá sér hann glitra venjulega og svo síðasta glitrið. Já, það sem sagt, síðasta glitrið á miðnætti eða 1. Miðnætti eða 1, annarkvort. En þá sem sagt slökka á öllum ljósunum nema glitrið sem ógeðslega flott. En bara við hefum oft gert þetta og ég hef oft gert þetta oft þegar ég bjóð úti. Já. Að setjast hana bara með eitthvað drikk. Og við mitt mælum með kampæjan og hindber. Það rosa gott. Það geggjum blanda. Það mitt hægt að kaupa eitthvað svona lítil plastklus. Þannig að bara út í búð og kaupir kampæjan út í búð. Já, og það bara allt hana nálegt, sko. Og það mitt mjög sniðut líka að fara að taka lestina til Trocadero sem í rauninni bara móti Eiffelturnum. Og það svona tröppur og það getur sest þar. Já, ég mæli sem frekar, við höfum alltaf klifrað yfir og sest hjá gosbrunnum. Já, hjá Trocadero. Já, Trocadero, já. Það ertu bara með beint útsýni á hann. Já, það var engin fyrir eða neitt. Sko. En já, mælum með. Ég skal taka þetta heiðurs. Eða það? Mennsson, sem númer 3 hefur mér. Já, geggjað. Eða að byrja þetta? Byrjum þetta. Herðu, í dag erum við stödd í Grikklandi hinni forna. Land Hómers, Ódysseifs og ólífólíu. Ég held samt að fólk sé ekki að fara að fatta, eða heldur öllur sé að fara að taka Fort Gríkland eða eitthvað svona, en svo erum við að... Það er náttúrulega að sjá alltaf heitið þættinum. Djók. Já, allt í lagi. Halda áfram. Heilum henni bara smá svoðin. Já, ekki máli. Vagga lýðræðisins, fæðingastafur heimspekinnar og upprunaland Ólympíuleikana. Og það einmitt Ólympíuleikanir sem við erum að fara að fjalla í dag. Enda viðeigandi, þeir voru að klárast í okkar heimsins bestu París. Já, og einmitt. Það mjög viðeigandi tími til þess að vera að tala um Ólympíuleikana. Já, algjörlega. Sko, ég ætla að fara yfir sögu leikana og segja frá því svona helsta alveg frá uppruna þeirra og til dagsins í dag, en það verður í rauninni fyrsta skipti þar sem við splittum þessu í tvennt. Já. Við ætlum að taka upp þáttinn í dag, það verður svona fornaldar hlutin. Já. Og síðan gefum við út nútíma hlutan
mögulega á 5. daginn En annars þá annars á 3. daginn. Og já, og hver veit nema ég fá að auka þátt á 15 í næstu viku? Já, það verður, sem sagt, ef að við gefum út þáttinn, sem sagt, á 3. daginn næstu viku, þá munum við gefa út auka þátt á 5. daginn í staðinn. Það fer allt eftir hvort að ég sé á landinu eða ekki. Já, nefnilega. Sko, já, ég er ekki að fara að segja ykkur frá öllum sigurverum alveg frá upphæði, en Nei, guð, það verður rosalega mikið, sko, því að þetta var langt, sko. Já. En ég frekar að fara að segja frá merkilegum áhugaverðum og ég vil skrýtnum atburðum sem áttur sér stað í tengslu við þá. Ætli breakdansið komið inn í þetta í nútíma? Er það ekki búin að sjá þetta? Nei. Ó, Jesús. Er þetta núna á Ólympíuleikunum? Já, það var breakdans og einhver skoraði 0 og eitthvað. Nei. Þetta var hræðilegt. Síðan hvernig var keppt í breakdans á Ólympíuleikunum? Ég veit ekki, en ég sá líka eitthvað að það yrði ekki aftur. Já, kemur ekkert óvart. Nei, ég verð að sína þetta er, ég vil helst ekki vera að dæma fólk sem er svona ótt, þau hefur greinlega bara búið að æfa sig fyrir þetta, en það er smá eins og þau hefur byrjað í síðustu viku. Shit. Ok. Og séu mjög miðaldra. Já, ég skil, en gaman. Mér langar að spyrja Steinu, ert þú mikið að fylgjast með Ólympíuleikunum? 5 leikunum, já. 5 leikunum, já. Og svo, já, 5 leikunum. Og þú er náttúrulega líka fylgst eitthvað með skautunum. Já, það er náttúrulega bara á vetrar. Þannig En svona aðalega þetta tvent. Aðalega þetta tvent. Svo finnst mér, þú veist, mér finnst synchronized swimming, mér finnst það bara svo áhugavert að þetta er svo skrítið. Og hvernig þið gera allar þessar hreyfingar. Já, mér finnst þetta, svona, ég stundum detti inn í það af því mér finnst þetta svo galið eitthvað. Þetta er rosalega fyndið sport, sko. Það er mjög hæfilega ríkt og sterkt fólk sem er í þessu, sko. Já. Og rosalegt. En síðan alltaf Simone Biles og svona. Ángríns, the goat. En þú ert ekki að horfa á þetta? Nei, ég hef aldrei einhvern veginn dottið inn í þetta. Ég leti að horfa smá á 5 leikunum núna. Já, þetta er alltaf gaman að horfa á Simone Biles, sko. Já. En já, við byrjum frá byrjun. Elsta heimildin sem minnist á leikana, sem vitað er af, er frá Aristóteles. Okay. Hann var mikill aðdáandi leikana og talar að sigurvegararnir voru merkismenn. Hann á að hafa sagt að á Ólympíuleikunum eru ekki þeir sem eru fallegastir eða sterkastir sem eru krýndir, heldur þeir sem keppa. Já. Mjög flott. Já. Ég fann þessa setningu ekki neinstæðar í neinum af verkunum hans. Nei. Og það sem sagt hefur einhver tekið eitthvað sem hann hefur sagt héðan og þaðan og búið til þessa setningu. Já, meinar. Þetta er ekkert frá honum. Hæ? Já. En leið og googlar, þú veist, Aristóteles og Ólympíuleikanir, það er fyrsta sem kemur upp. Ok. Ógeðslega skrítið. En þá kannski er þetta eitthvað staðar bara ekki, þú veist, finnanlegt eða eitthvað, kannski er þetta eitthvað staðar, nei, ok. Nei, nefnilega ekki, sko, ég leita út allt, sko. Ég sem kannski er þetta sem er ekki á netinu þá. Mögulega. Já. Mögulega, en það var, ég fann enga heimild. Nei, þú veist, kannski er þetta í einhverjum texta sem að ég er glataður. Mögulega, að einhver hafi minnst á að Aristóteles hafi sagt bli. Já, en svo þetta er einhverju verki hans sem einmitt er ekki til lengur. Við veitum ekki, en þetta er allavega það sem, já, ok. Það er líka sagt að hann hafi haldið að fyrstu Ólympíuleikanir voru haldnir 776 fyrir Krist. Já. En og aftur, þá eru engar frumheimildir frá honum sem nefna fyrstu Ólympíuleikana. Bara punktur. Okay. Það er bara að hann nefnir aldrei fyrstu Ólympíuleikana í neinum af verkunum. En samt er hann alltaf notaður sem einhver heimild fyrir þetta sem er rosa spes. Það er mjög sérstakt. Það er viðurkennt af mörgum sagfræðingum að þetta ásif þegar fyrstu Ólympíuleikanir voru haldnir, en það er margt sem bendir til þess að þetta voru ekki fyrstu leikanir. Fornleifafræðingar sem hafa verið að skoða Ólympíu hafa fundið leifar sem hægt er að tímasetja á 8. öld fyrir Krist. Já, ok.
Þannig að, þú veist, að margt sem bendir til þess að þetta sé þaðan, en það líka rosalega mikið sem bendir til þess að þetta voru ekki fyrstu. Nei, en þetta byrjaði samt fyrstu skráðu leikanir. Já, en samt að þetta byrjaði ekki bara stutt áður. Ekki þannig, sko. Nei, það sumir sem segja, sko, að það hefði verið haldnir 13 leikar á undan. Ok. En já, ég kem að því á eftir. En fyrsta almennlega lýsingin og heimildin á leikunum lýsing á Grikklandi eftir Pausanias. Hann sem sagt var svona, hvað maður að segja, pínu svona eins og Heródótos, sem sagt sagnfræðingurinn, en hann var í rauninni að lýsa Grikklandi á þessum tíma þarna. Já. Í rauninni menningu, siðum, goðafræðinni og allt svona. Ok. Þannig að hann er mjög áhugaverð heimild. Já. Og það segir hann, sem sagt í lýsing á Grikklandi, verkinu, það segir hann frá góðsagnakennda uppruna leikana. Já. Út af því að þetta var Forn-Grikkland, þá alltaf eitthvað svona eitthvað guð var að gera eitthvað, skilur. Það alltaf á öllu þessu dæmi, sem er mjög skemmtilegt, sko. Ólympía, sem sagt, var staðurinn sem var tilengaður þursinum Krónos, pappa Seifs. Já. Það var reist hof til að tilbiðja hann þar, en það varðist ekki lengi. Þegar Seifur var orðinn fullorðinn, þá barðist hann við Krónos hásætið og vann. Og sumir segja að það hafi verið í Ólympíu, en það var allavega reist hof til heiður Seifs þar í staðinn. Ekki eftir að staðfesta neita þessu að þessi atburður átti að hafa gerst í Ólympíu, eða hvort það var bara gert eitthvað svona í rauninni minnisvarði að þetta hefur verið gerst á þessum stað. Ok. Þetta pínuflókið, en allavega. En já, þetta hof sem var reist fyrir hann Seif nefnilega mjög merkilegt, út af því að þar var eitt af 700 fornaldar. Aha. Já, fílabeins og gullstyttan af Seifi. Ok. Sem var rosa flott, víst, og þau eru risastór, sko. Held í 50 metra stór, þú veist, 50 metra hæð, sko. Mér er leiðilegt hvað það margt glatað, sem að hefur verið glatað. Því miður, það rosa leiðilegt. Og einmitt, það held ég allan að 3 hlutir sem voru undur, sem sagt fornaldar, sem voru í Grikklandi. Og já, var ekki líka hana maðurinn sem stendur hana við vatnið. Já, hana risinn í Ródos. Já. Já, hann átti að vera sem sagt í höfninni á Ródos, og hann sem sagt féll í einhverju orustu. Nei, ekki orustu, en það var sem sagt einhver jarðskjálfti sem þetta. Ok. Hann féll þar. En já, það alveg eins og með Seif þá í rauninni glataðist hann. Og eina sem stendur ennþá eru píramídinir af 700. Já, það er alltaf hringleika húsi og það telst ekki með í þetta. Nei, því miður. Tjók. En upprunalega leikana sjálfa var tilengað Heraklesi. Þar sem Herakles skoraði á 4 yngri bræður sína í kapphlaup. Hann vann þá, auðvitað, og fékk sem verðlaun grein af ólífutré. Sem sagt heilaga ólífutrénu hans Seifs. Ok. Og síðan voru ólympíuleikarnir haldnir á 5 ára fresti, ár fyrir hvern bróður. Við vitum að þetta var ekki á 5 ára fresti, en kannski að það hafi verið breytt seinna meir, eða að þetta sé bara góðsögn með lítinn trúverðuleika. Já, það var alveg á 4 ára fresti í dag. Já, og var alltaf á 4 ára fresti í fornöld. Þannig að af einhverjum ástæðum þá var nefnt 5 ára fresti í þessari bók, en já. Það hefur kannski bara verið einhver miskilningur. Já. Þú veist að hann skoraði á 4 bræður. Nei, mitt. Og það myndi skýrast á 4 ár. En hann hugsað að þeir eru svona 5. Nei, mitt, já. Þetta var rosa fyndin saga og einhvern veginn allt. Og svona, já, þetta make a sense í sögunni, en þetta var ekki þannig í alvörunni, skilur, já. Ólympíuleikarnir
voru í grunninn trúarleg hátíð til heiður Seifs. Já, ok. Og sem einmitt var haldin á heilugum stað í goðafræði Grikkjana. Heilag þegar kemur á Seif. Já. Þegar hann Seifur hafði tekið við sem æðsti guð Grikkjana, þá á hann að hafa kastað eldingu frá Ólympusfjalli í þennan lund sem Ólympía var reist. Og ef að þið kíkið á kortið, þá er þetta alveg þó nokkrir kílómetrar. Já, en ég meni þetta á Seifur. Þetta var Seifur, skilur hann. Hann var rosalega spjótkastari. Þetta var pabbi Herkulesar. Það var pabbi Herkulesar, algjörlega. Og þannig að kemur ekkert óvart fyrir Seif, en þetta er rosalega löng vegalengd, bara þannig að ég viti. Þetta var til að byrja með bara einstaks hátíð, en lengdist í 5 daga á það bil 300 ára tímabili. Já, en þannig að þegar þetta var bara einstaks hátíð, er þetta þá ennþá bara hlaup? Eru komna fleiri íþróttir? Ég kem á því. Okay. En já, þetta var í rauninni eins og jólin fyrir þeim. Trúarhátíðin sem þeir hlökkuðu mest til. Þess að fyrir Grikkjana. Samt bara 4 ára fresti. Já, nefnilega, sko. En margir, með að segja, mældu tíma með Ólympíuleikunum. Og að þetta 4 ára tímabil var kallað Ólympíada. Ok. Ég samt veit ekki akkur, ég hugsaði bara hversu umlætt á ef jólin væri á 4 ára fresti og ég var eða bara smá leið fyrir þá tilhugsun. Ég gæti ekki beðið 4 ára eftir jólunum, sko. Það djóka. Getur ímyndaðir heilan íslenskan vetur án jóla? Sko, hálf þjóðin myndi ekki lifa af, sko. Nei, ég veit það. En ég var alltaf áfram, ég bara varð að segja þetta. Já. Ég fór í svona mínu tilfinningakausu þannig. En já, það voru margir sem mældu, þú veist, ekki, þú veist, ári eins og við mælum það, þú veist. Nei, mældu bara Ólympíuleikana. Mældu bara Ólympíuleikana, sem er mjög, sýnir í rauninni hversu mikilvægt þetta var fyrir þeim. Já. Og margir hafa pælt í því af hverju þetta var svona mikilvægt fyrir þá. Og það er ein kenning sem er viðurkend af mörgum. Eitt sem var frekar óvenjulegt við Grikkina á þessum tíma var að þeir voru svo útbreiddir. Já. Það voru Grikkir búin að setja stað allt frá Spáni yfir til Svartahafsins í Tyrklandi og Rússlandi. Vá. Í dag. Þetta er rosalegt svæði, sko. Já. Og voru í Egyptalandi, Líbíu og Túnis og Miðausturlöndunum og bara út allt Miðjarðarhafið í rauninni. Þetta er ekki mjög algengt á þessum tíma að þjóðflokkur hafi dreift svona úr sér í svona langan tíma og þeir hafi ennþá verið kallaðir Grikkir. Já. Og því að við erum að tala alveg frá, sko, held ég að minnst eitthvað 1200 fyrir Krist. Já, ok. Þú veist, að þeir byrjuðu að dreifa sér svona og alveg til, sko, þegar Rómaveldi tekur af, eða, veist, tekur yfir Grikkland. Já. Og veist, þetta er alveg rosaleg tímabil sem svona varist. Það vanalega gerist aldrei, sko. Nei, algjörlega. Já, og ef við horfum einmitt á forn Egyptaland til dæmis, þá var það bara við Nílafljótið og ósinn þar. Já. Veist, það var ekkert að breiðast meir út. Nei. En já, Grikkinu voru út allt Miðjarðarhafið. Ein spurning sem Grikkir veltu mikið fyrir sér var hvað það þýddi að vera Grikki. Og heimspekin. Mjög heimspekilegt alltaf. Og kenningin í rauninni byggist á því að leikanir hafa verið ákveðin menningarlegur minnisvarði fyrir þá. Að þetta var svona miðpunktur sem allir Grikkir áttu sameiginlega. Þannig að burt sér frá því hvaðan þú komst frá Grikklands þjóðflokknum, að þá áttur alltaf sameiginlegt með öllum hinum að þú hélst upp á Ólympíuleikana. Einmitt. Þess vegna tóku þeir leikjunum svona alvarlega og voru alltaf 50.000 manns sem kom til að horfa. Og miðað við að það voru 4 milljónir Grikkja á þessum tíma, þá var þetta ágætis hlutfall af þeim sem mættu. Já, svo sannarlega. Veist, þetta er eins og þegar 9-10% af þjóðunni mætti á EM eða eitthvað hérna á Íslandi, sko. Fyrir marga áhundur var þetta oft langt ferðalag sem gæti tekið nokkra daga til að komast á leiðarenda.
í þokkabót þá geta þetta verið mjög hættulegt ferðalag. Farið við sjóuna þessum tíma er ekkert grín sko og miklar hættur oft af bara ræningum og þjófum og herjum og skilur það var allt sem gat í rauninni drepið sko. Grikkinir samþykktu þá að þegar hátíðin átti sér stað að þá var gert ólympískt vopnahlé. Nei. Segjum sér svo að einhverja þjóðir voru í stríði við hver aðra, að ef að einhver þyrfti að fara fram hjá óvinnunum til þess að komast á leikana, þá fengu þeir að gera það óáreittir. Sem er magnað. Þetta gerist ekki í dag, sko. Nei. Og ég man ekki eftir neinu sem hefur, það sem þetta hefur gerst síðan, sko. Eitthvað svona vopna heyrðu fyrir heimstyrjaldi þegar spiluðu fótbolta einmitt, það er rétt mjög góð punktur en það voru eins og oft áður það voru einungis karlar sem áttu að horfa á leikana samkvæmt lögum konur máttu ekki fara á leikana en það er umdeilt hjá sagnfræðingum hvort að ógiftar konur flokkust undir sömu lögin. Ha? Já. Það eru engar heimildir til að sanna það hvort að ógiftar konur hafi verið annað einhverju viti en samkvæmt sumum þá áttu þær að hafa fengið að fara en ekki giftu konunar. Sem er rosa fyndið. Já, það er bara ömurlegt. Já. Einmitt, og settu alla kallana og ógiftu konuna saman. Það er rosalega góð hugmynd. Þetta hefur verið ágætis kynsfall allavega hjá tilbyðundum Díonýsosar sem er raunin Bakkus. En andrúmsloftið á leikunum var rammagnað. Fólk kom héðan og þaðan, mynduðu business tengsl við samlanda sína og listamenn sýndu verkin sín og meira að segja Heródótos á að hafa lesið upp nýjustu sagnfræðilegu skrifin sín. Og eftir bestu vinningsku þá á hann að hafa verið hana að lesa upp. En ég er með eina spurning fyrir þig. Í hvaða greinum var keppt á fyrstu ólympíuleikunum? Sko með greinar, hlaup, já. Grjótkast. Nei. Ok, það hefði ekki, já. Það var ekki svona gladiator-stæl bardagi. Nei, ég veist ekki allavega til að byrja með. Það var ekki fimmleikar. Nei, skilur við, þannig að það var ekki stangastökk. Nei, skilur við, þannig ég er að reyna. Já, segðu mér bara. Það var bara kapphlaup. Já. Þetta var leiðileg spurningin ég varð. En það var bara kapphlaup sem var kallað stadion og nefnt eftir byggingunni eða staðnum þar sem kapphlaupið átti sér stað. Er það síðan tekið í enska orðið stadium? Einmitt, þaðan fer það úr grísku yfir í latínu næsta setningin nefnilega og verður stadium. Einmitt, og þaðan fáum við enska orðið sem er notað enn þann dag í dag. Já. Og það er mikið úr ólympíuleikunum gömlu sko sem er í rauninni orð sem við notum ennþá í dag. Okay. En þetta er sem sagt, við köllum alltaf ólympísku keppnisallanar, það er alltaf stadium og einmitt hefur breyst út fyrir fótbolta og fleiri. Algjörlega. Og við vitum hver vann það fyrst. Sem sagt fyrstu leikana. Já. Það var bakari og kokkur frá Elís sem hét Koroibos. Koroibos, þetta er erfitt. Það er eitthvað sem tala grísku að ránkóla í þessu vegunum. 100% sko. En málega er sko, hann væri kallaður í dag á grísku Korívos, en á þessum tíma myndi hann hafa heiti Koroibos. Já, hann vann kapphlaupið 776 og það sem við vitum að hann hafi unni kapphlaupið 776
og engin annar sem skráður fyrir, þá eru margir sem vilja meina að þetta hafi verið fyrstu leikarnir. Frá fyrstu formlegu? Já. Mögulega. Það er ekki allir sammála því og það er einn biskup sem hét Eusebius frá Kæsaríu sem er fullviss að þetta sé ekki rétt. Ok, hvaða rök hefur hann fyrir því? Hann skrifaði í bókina sína Chronicon að Koroibos frá Elís hafi aðeins verið fyrsti skráði sigurvegari í leikana en að það hafi verið 27 ólympíuleikar á undan þar sem að sigurvegararnir hafi ekki verið skráðir. Ok. Og einmitt talar Þú veist, var hann þá þannig? Nei, hann skrifar þetta 200 cirka eftir, þriðju öld eftir Krist. Já, ok, þannig að hann var ekki eins og naðna. Nei, og eins og þú einmitt bentir á, að Eusebius er ekkit sérstaklega áræðanlegu sagfræðingur. Sumir segja að hann hafi ýtt mikið og Sagði ekki hann væri biskup? Jú. Já. Og Jakob Burckhardt, sem er svissneskur sagfræðingur, sagði að hann væri fyrsti rækilega óheiðarlegi sagfræðingur úr fornöld. Menn hann fekk þá eitthvað titil. Hann fekk eitthvað titil, já. En já, hann á að hafa skrifað, þú veist, eins og einhverja bók Konstantínus fyrsta og það er mjög mikið þar sem hann er bara að heiðra hann og í rauninni tala hann upp í rauninni. En segir ekki neitt í rauninni. Það er ekki hægt að treysta á neinar þessum heimildum í rauninni. Já, sem er mjög fyndið, sko. Já. Að við erum komið með fyrsta rækilega óheiðarlega sagfræðingin í fornöld. Það er alltaf ykkur trúður. Já. En við fáum samt ákveðnar upplýsingar frá honum hvenar ákveðnum keppnum voru bætt við. Okay. Og þetta er svona í rauninni bara upptalning hjá honum. Já. Þannig að það eru aðrar heimildir sem staðfesta þetta. Já. Þannig að við getum notað þann lista. Ok. Það var bætt við tvíhlaupi 724 fyrir Krist. þar sem 2 kepptu saman. Ekki er alveg vita hvernig samt, hvort að þeir hafi hlaupið í rauninni 1 hring í kringum hringin og hinn hefði síðan tekið við. Eða hvort þetta var eitthvað svona boðhlaup, upprunna boðhlaupi. Akkurat, þú veist það er engin lýsing á þessu en að þetta hafi verið eitthvað skonar tvíhlaup sem kallaðis Diavla. Okay. Já, og það var sem sagt fyrsta þrautin, þetta var á 14. leikunum eða eitthvað sem voru haldnir. Okay. Næst var bætt við löngu kapplaupi, langstökki, kringlukasti, spjótkasti, hnefaleikum, glímu og hestvags kapplaupi. Vá, það er ekkert smá. Þetta var mjög mikið af greinum, sko. Það var keppt í öllum þessum íþróttum í engu nema því sem keppendunir fæddust með. In the nude. Það voru allir naktir. Það var keppnisbúningur. Það er áhugavert. Örugglega mjög óþægilegt. Já, og sem sagt það er líka til út af því að við kallanir erum oft með eitthvað danglandiðan á milli lappana og einmitt getur flaksað um allt. Þannig að það er til svona vasi, þú veist það eins og þessir gömlu vasar, grísku vasar, það sem er málað myndina á. Það er til einn vasi sem sýnir hvað þeir gerðu til þess að halda limnum bara föstum. Það var að þeir bundu snæri á hann. Það hljómar ekki vel. Neip, ég get ekki ímynda mér. Hvað var það bara upprunnin af tucking? Í rauninni, sko. Þeir bundu snæri eitthvað þannig að hann myndi ekki flaksa svona mikið, sko. Þetta er áhugavert, sko. Já. Og það er einmitt margar svona tillögur af hverju þetta var. En sem sagt upprunalega var að á 13. leikunum, á 15. leikunum, 720, þá var Orsipus sem vann hlaupið það ár. Okay. Á að hafa hlaupið og rifið skíluna af sér því honum fannst hún vera að hefta hreyfinguna hans.
þannig að getur ímyndað, þú veist, þeir voru bara í skýlum sko fyrst já. og hann hafi verið hlaupandi og bara það var alltaf erfitt og hann bara reif hann af. Var hann þá bara ekki of lítill skýlu? Mögulega, já. En eitthvað. Önnur sagan segir að hún hafi ekki verið nógu föst á honum og hún hafi dottið. Burtsér frá því, það var alltaf keppt án fata frá þessum leikum nema að það var partur af keppni. Við veitum ekki alveg af hverju þetta var eitthvað krafa að fólk þurfti að vera nakið. Ein kenningin segir að þú þurftir að hafa ákveðna sjálfstjórn til þess að fá ekki stampínu. Já. Það þú væri búin að þú væri nógu agaður til þess að fá ekki stampínu og þess vegna voru þeir naktir. Rosa skrítið, en þetta er ein kenning, það hefur aldrei komin eins og útskýring af hverju. En já, síðan ætla ég að segja frá einu spes event. Árið 648 var síðan Pankration bætt við. Það var keppni sem var bland af glímu og hnefaleikum. Þetta var eins og MMA fornaldar í rauninni. Þú máttir ekki bíta né pota í augu en annars máttir gera hvað sem til þess að taka út andstæðingin. Pankration var byrjað til að heiðra það þegar Herakles glímdi við ljónið frá Nýmiðu. Þetta var vinsælasta þrautin á Ólympíuleikunum fyrir áhorfendur og margir biðu spenntir eftir henni. Alltaf mesta aksjónið. Því það var möguleiki að fólk myndi deyja í Pankration. Já, og það, þú veist, þetta var ekkert mjög algengt og því að það voru margir sem bara gáfust upp, skilur áður, eða bara mistu meðvitund, en það kom fyrir að fólk myndi deyja. Ein sagan af Aríkion sem var fastur í hálstaki. Hann greip í fótinn á keppinautunum sínum, notaði allan sinn styrk og kramdi fótinn, takandi hann úr öklarleið. Hann gat ekki umbyrði sársaukann og gaf merki að hann hafi gefist upp. Í sömu andrá þá deyr Aríkion. Já, þegar hann er ennþá með hann í hálstaki. Já, hann hefur örugglega kramið vindpípuna eða eitthvað sko. En Aríkion samt skráður sem sigurvegarinn því keppinauturinn hafði gefist upp. Það er einn annar Pankration keppinautur sem ég verða að nefna. Hann Theagenes frá Þassos. Hann var besti Pankration íþróttumæður allra tíma. Hann fæddist í hofi Heraklesar og var sagður hafa verið sonur hans. Heraklesar sem sagt. Sagan segir að andi Heraklesar hafi getið hann með móður hans í líki Tímóþenesar sem var prestur í hofinu. Það er sagan sem sagt. Hann vann yfir 1400 keppnir út allt Grikkland. Í Pankration. Hann vann Ólympíuleikana 2 svar, 3 svar leikana í Delphi, þegar það voru fleiri keppnir. 9 sinnum í Nýmiðu og 10 sinnum í Isþmíu. Á endanum var hann orðinn svo þreyttur á því að vinna að í Fíþíu, í Þessalíu, ákvað hann að æfa sig fyrir hlaupið í staðinn og vann það auðvitað. Það var reist bronsstytta af honum í Ólympíu eftir dauða hans, honum til heiðurs, og íbúar Þassos heiðru hann líka með bronsstyttu og þú gast fundið styttur af honum mjög víða Grikkland á þessum tíma. Það er síðan einstaklega skrítinsaga út frá styttunni í Þassos sem ég verða að segja ykkur frá. Einn af keppinautunum sem hann sigraði var fyrir eitthvað betur út í hann og fór á hverju kvöldi upp að styttunni og hýtti styttuna eins og þetta væri Theagenes sjálfur. Nei. Jú. Það er rólegur að vera tapsár. Nefnilega sko. Styttan var síðan mjög reið innan gæsalappa út af þessari slæmri hegðun gagnvart sér og að hún steypti sér á hann og kramdi hann til dauða. Synir mannsins fóru síðan í mál við styttuna. Við styttuna? Já. Og unnu málið. Nei. Styttunni var síðan hent út í sjó.
En það var hann sem var að eyðileggja styttuna. Ég veit, þetta fáranlegt sko. Og einmitt síðan einhver góðsag að sagt, það hefur verið einhver uppskerubrestur rétt eftir og þeir fóru til einhverjar völvu hvort það var í Delphi eða eitthvað og hún sagði að þeir þurftu að koma öllum Thasos-búum aftur á eyjuna og þar með talið þá þurftu að ná í styttuna aftur og þeir byrjaði að tilbyða styttuna sem sagt af Theógenes. Ég skil. En já, hvað fengu þeir í verðlaun fyrir að vinna? Það var gerð kóróna úr heilaga ólífutré Seifs. En það hefur þá fljótt verið búið? Nei, þetta var náttúrulega gerðist einu svona 4 ára fresti. Já. Þannig að ólífutréð hélst. Já, en það var nokkuð marga greinar. Já, segðu sko. Og það var í rauninni eina sem þeir fengu úr ólympíuleikunum sjálfum. Og í rauninu þá bara titillinn. Já, þeir fengu engan pening niður þannig, en þeir urðu hetjur í bæjunum sínum og fengu sumir hátt settar stöður eða gengdu embættum þar. Ok. Þeir fengu líka fría máltíð restina lífinu þeirra í Ólympíu. Ok. Hentugt. Ég myndi ekki segja neyri því sko. Nei. Leikanir voru haldnir í tæplega 1200 ár. Rómverjar hefur tekið Grikkland 146 eftir Krist og byrjuðu sjálfur að taka þátt í leikinu. Þannig að þeir héldu alveg áfram með þetta þó að sem sagt Rómverjar hafi tekið við. Það var ekkert vesen þar því þetta var hátíð til að koma öllum saman og það var engin svona leiðindi. Nei. Það sem gerði það að verkum að keppnin hætti var einn maður frá Nasareth. Það var kristindómur. Þetta. Keisarinn Theodosius I gerði allar heiðnar trúr og trúarlega viðburði ólöglega árið 393 eftir Krist. Þar með tali voru leikarnir sjálfur. Já. Fólk hélt samt áfram að keppa svona keppnir alveg til 7. aldar eins og annars svo sem var í Delphi og Istmíu og svona. Einmitt. En ólympíuleikarnir voru of stórir til að geta haldið á hljóðlega í rauninni. Já. Og eins og sem sagt Ólympía sjálf, margir bara fluttuð að hún náttúrulega bara týndist í rauninni. En eftir að Tyrkinir taka yfir Grikkland, sem sagt Ottomanarnir, þá stela þeir styttuna Seifs úr hofinu og þeir fara með hana minnum til Istanbul og þar eyðilagðist hún í flóði. Nei. Og það er ástæðan fyrir því að hún er ekki lengur til. Ógeðslega leiðilegt. Já. Og já, þetta er því miður allt og sumt fyrir ólympíuleikana fornu. Já. Seinustu leikana voru haldnir 393 og einmitt, það voru 1168 ár af ólympíuleikum. Óbrotið. Sem er galið. Fáránlegt að þetta hafi haldið svona lengi. Já. Og já, einmitt, ótrúlega leiðilegt að þetta hafi endað. En í næsta þættu ólympíuleikana að þá einmitt er ég að segja ykkur af hverju þeir eru ennþá haldnir í dag. Já, þannig að annarkvort kemur þátturinn út á fimmtudaginn eða næsta þriðjudag þess þá er þá auka þátt á fimmtudaginn. Já, þannig að bara endilega hendið í follow á okkur það sem þið eru að hlusta ef þið eru ekki búin á því að þá fáið tilkynningu þegar kemur nýr þáttur. Og líka endilega fylgja okkur á Instagram. Það sjáu þið örugglega frekar hjá ykkur að við erum að gefa út nýjan þátt. Já. Og já. Algjörlega og endilega gefa okkur einhvern viljið. Megið endilega. Við segjum ekki nei við 5 stjörnum allavega. En annars þá eru bara takk í dag. Já, takk æðislega. Og við heyrumst aftur. Bæjó.